Komiði sæl og velkomin í Grænvarpið, hlaðvarp Landsvirkjunar. Hingað til mín komin sjálfur Guðmundur Finnbogason sem sérfræðingur hjá nærsamfélagi og náttúru. Vertu velkomin. Takk fyrir. Og hann ætlar að segja okkur svona aðeins frá svona samskiptum fyrirtækisins og nærsamfélagsins og sem auðvitað æri verk vegna þess að við erum með starfsstöðvar víða land og svo frá svona verkefni sem hann hefur verið að sjá kannski til að byrja með svona af hverju leggur Landsvirkjun áherslu á góð samskipti við nærsamfélagið? Já, það góð spurning. Sko, ég held nú að við höfum nú sjálfur sér alltaf gert það. Sko. Ég held að það sé ekkit endilega nýtt að við viljum vera góðir grannar og ég held að reynsla svona okkar nágranna sínu og sanni það. En á sama tíma að þá þetta auðvitað verða alltaf mikilvægur og mikilvægra, heldur svona kröfurnar bara til fyrirtækja almennt og ekki bara okkar, en bara fyrirtækja sem að starfa eitthvað staðar að þau séu í góðum samskiptum nærsamfélagi og ég held að svona okkar trú sé svo að góð samskipti við nærsamfélagi geri bara verkefnin okkar betri og starfið okkar betra. Við fáum betri innsýn inn í þetta umhverfi sem við erum að vinna í, af því að við erum auðvitað eins og sagðir með starfsstöðvar út allt og erum að vinna bara í þessu umhverfi. Þetta ekki eins og við erum ekki skrifstofu fyrirtæki eitthvað stað sem bara færist milli húsa eftir því sem við þurfum. Við erum að vinna inn í þessu umhverfi og með því að eiga góðan samskipti við nærsamfélagið þá erum við líka bara að efla okkar skilning og þekkingu á því umhverfi sem við erum að starfa í og þetta slípar okkur, gerir okkur betri. Við erum náttúrulega hluti af samfélaginu. Algjörlega, sko. Þannig að og það viljum við, ég held að við viljum bara vera það og vera öflug í þessum samfélagum sem við erum að starfa í. Já, við erum náttúrulega í eigu þjóðarinnar eða ríkisins, þannig að við getum ekki verið að sitja okkur á neitt háan hest í samskiptu við Nei, algjörlega. fólk. Það akkurat þannig, sko. Einmitt. Og hverjir eru svona helstu snertiflitur okkar við almenning? Hvað það svona sem þú ert og svona nærsamfélagið sem þú ert að sýsla við? Sko við eigum náttúrulega í bara mjög reglulegum samskiptum við þessa helstu hagsmunaaðila í okkar nærsamfélagi á hverjum stað fyrir sig sem eru auðvitað bæði opinberu aðilarnir, sveitarstjórnirnar og þeir aðilar en líka veiðifélögin og svona hagsmunaaðilar sem að deila þessum auðlindum sem að við erum að vinna með. Svo eigum við þetta bara líka í samskiptum við bara nærsamfélagi sjálft, við bara almenning á þessum stöðum. Sem að við auðvitað höfum áhrif og það eitthvað sem að við þurfum að geta rætt við okkar hagsmunaaðila. Landeigendur meðal annars og aðra. Já, nú eru samskipti auðvitað margskonar og kannski hafa svona kanalarnir breyst svolítið að undanförnu en ekki samt sem aðar og þá með netinu og samfélagsmiðlum og svoleiðis en ekki eftir sem aður mikilvægt að eiga svona bein mannleg samskipti við fólk. Jú, ég held að við þurfum auðvitað að nota bara þær aðferðir sem að virka hverju sinni, þannig að breytast þær eins og segir með tímanum, en við viljum gjarnan líka geta sest niður með fólki og hort í augun á því og átt bara samtala því að það nú oft svona öðruvísi heldur en einhver samskipti í gegnum netið eða vefmiðla eða tölvupóst eða hvað það er. Þannig að okkur finnst það bara mjög mikilvægt að geta átt svona beint og millilegalaust samtal við fólk og bjóðum bara öllum sem að vilja eiga við okkur samskipti að gera það. En við viljum líka eiga frumkvæði og hafa frumkvæði af ákveðnum samskiptum sem að skipta okkur mjög miklu máli og þar eru til dæmis eins og sveitarstjórnirnar sem að við reynum að funda með einu svona ári og sömuleiðis með veiðifélögunum sem að við höfum tekt okkur til og reynum að funda bara mjög reglulega með þeim aðilum af því að þar eru þetta ríkir hagsmunir en sömuleiðis að þá eru við alltaf að reyna að finna leiðir til þess að teygja okkur til almennings og þar með til dæmis landeigenda sem að standa okkur mjög nærri að við erum bara í mjög reglum beinum samskiptum við þessa aðila. Einmitt.
ef við víkjum svona að svona stórum verkefni sem þú hefur verið að sjá eða stýra, þá vorum við að opna að víja frisbee-golfvöll Já, við Ljósafoss-stöð. Getur sagt okkur aðeins frá því? Já, það er búið að vera mjög skemmtilegt að svona fást við það verkefni. Við náttúrulega höfum rekið golfvöll við Ljósafoss-stöð núna í vel yfir 20 ár. Ég held að við sem að svona vorum farin að nálgast 25 árin. Þar var komið kannski tími á svona ákveðna endurnýjun í því á þeim velli og nýtingin á honum var kannski ekki alveg svo sem við hefum viljað sjá svona með við orkuna sem að var sett í þetta sérstaklega. Þannig að þá fórum við svona að velta fyrir okkur hvað var hægt að gera annað og við höfum fengið svona hugmyndir frá aðilum frá Frisbeegolf sambandi Íslands sem að svona sýndi áhuga að þarna gæti orðið mjög flottur frisbeegolfvöllur. Og það var ákveðið að fara í þetta verkefni í vetur og ég hef verið semst að vinna að því með þessum aðilum frá sambandinu og fólkinu okkar innan hús og fleirum í því að láta þetta verða veruleika og skemmst frá því kannski segja við vígðum þennan völl núna í júní eftir svona nokkra mánaða vinnu og svona nokkra vikna smíðavinnu og það sem er kannski gaman í þessu er auðvitað það gaman þegar svona fólk kemur til okkar og er með svona áhugaður og spennandi hugmyndir, það er auðvitað og treystur okkur til þess að vinna með sér í svoleiðis verkefnum og svo er þetta líka skemmtilegt að horfa á þennan frisbeegolfvöll svona sem svona ákveðið lýðheilsuverkefni kannski eða svona samfélagsverkefni í þeim skilningi við höfum verið þarna með þennan golfvöll í langan tíma sem að hafi bara gengið vel og var vinsæll hjá ákveðnum hóp en vorum kannski komin á svona ákveðin stað þar sem að var eins og segi tímabært að fara svona að huga því hvað við ættum að gera næst þarna eða hvernig við vildum lyftunum upp ef að það væri ákvörðunin og með frisbeegolfuna þá erum við kannski aðeins að svona skiptum kúrs í því við erum að horfa til þess að geta vonandi náð svona til svolítið breiðari aldurshóps heldur en í golfinu allan svona alla jafna og erum líka að kannski opna fyrir þetta sport sem hefur reyndað verið að vaxa alveg gríðarlega á Íslandi þetta var 100. völlurinn sem við vorum að opna 100. frisbeegolfvöllur landsins og í sporti sem að bæði saman svona útivist og útiveru en erum í leiðinni bara mjög aðgengilegt það er ekki dýrt að komast inn í þetta menn geta spilað þetta bara með einum disk þó að flest séu nú með svona kannski fleiri þannig að vonin er að við sjáum fullt af fólki koma og nýta hennar völl bæði í samfélaginu og líka þannig kringum þetta ansi margir sumarbústaðir þannig að þetta verður vonandi eitthvað sem að dregur að sér fólk og færa það til þess að fara út og spásörum. Já, ég hef heyrt að þetta sé svona með þeim flottar á landinu. Já, þetta er alveg án efa eitt svona flottasti frisbeegolfvöllur landsins ef ekki sá flottasti og það sem að kannski bæði skiptir máli í því samhengi er að þarna er verið að nota í fyrsta skipti svona nýja tegund af uppbyggðum teigum sem að þeir sérfræðingarnir hafa kallað svona heilsárs teiga, það er hægt að spila þarna á veturnar því að þeir fara ekki undir ís og snjó og þannig að við þetta vonumst til þess að sjá nýtingu á veturnar sem við sáum þetta sjálfsögðu ekki með golfinu það er svona, fólk hætti að spila það á haustinn og kom ekki aftur fyrir en við opnuðum svona í maí, júní þannig að það er svona eitt þáttur í því en kannski ekki síður það sem að skipti máli þegar við horfum á völlin sem svona hágjaða völl er bara að við erum að hirða hann mjög vel og auðvitað því þetta var golfvöllur og þar var ákveðin svona ákveðin umhirða í gangi og við erum ekkert að kannski skera hana neitt mjög mikið niður í rauninni hún er auðvitað einfaldari það er ekki eins flókið að hirða frisbeegolfvöll eins og golfvöll en
við erum þá er raunin að búa til þarna völl sem bæði er með bæði vel útbúin, hann er 18 holur og þeir eru nú ekki allir 18 holur, ég held að séu innan við 20 á landinu sem eru 18 brautir og hann er gríðarlega vel hirtur og með þessum uppbyggðu teigum, bekkjum á öllum brautum að þá erum við með einn flottasta frisbeegolfvöll landsins og ég er mjög glaður með það vegna sem ég veist hérna og það er auðvitað það sem maður finnur hjá Landsvirkjun við viljum að verkin okkar séu fyrsta flokks og verkefnin okkar séu fyrsta flokks og þessi völlur þá hann uppfyllir það, skilir það alveg algjörlega. Já, nú er þetta þarna við Ljósafoss stöð og þar erum við líka með orkusýningun okkar. Algjörlega. Þannig að þetta er kannski tilvalin ferð fyrir fjölskylduna helgi að kíkja austur og kannski taka smá frisbeegolf og fara á sýninguna. Já, algjörlega. Ég held að þetta tali afskaplega vel saman því að þarna ertu með, eins og segir, svona mjög aðgengilegt svona sport sem er auðvelt fyrir fjölskylduna að stunda og þú auðvitað í þessu svona fyrir þau sem eru í hérna sumarhúsarsvæðinu þarna í kring þá er þetta svona spennandi viðbót held ég við það. Auðvitað hefði fólk alveg getað að fara og spila golf en það eru kannski svona sjaldnar að það sé maður trýtli með öll börnin einn golfring en það er alveg absolutt hægt í frisbeegolfinu og ekki bara á þessum 18 brauta velli heldur eru fylgir honum 9 brauta svona það sem er kallað púttvöllur, styttri brautir. Já. Þannig að það til dæmis hendar líka ef þú veist með yngri krakka kannski er ekki alveg tilbúin að labba svona 2 kilometra 18 brauta hring þá er þetta að spila hann styttri og svo eins og segir þetta bregða sér úr sýninguna og hérna skoða hana og hún hendar auðvitað líka gríðarlega vel fyrir fjölskyldur og er opinn alla daga frá 10 til 5 þannig að bara frábært hérna frábær svona dagur í sumar. Mér skilst að það hefur verið góð aðsókn á undanförnu. Mjög góð aðsókn, við erum alveg í skíunum yfir hérna nýtingun á vellinum og kemur okkur auðvitað bara skemmtilega óvart að svona hvað hérna svona frisbeegolf samfélagi var spennt fyrir þessu og svo fengum við náttúrulega hérna til okkar við opnununa fengum við sveitastjóra og oddvita úr sveitafélagunum okkar sem við svona teljum til nærsamfélagsins sem eru sveitafélagi Gríms- og Grafningshreppur og Bláskógabið og þar var líka mikil gleði með þessa viðbót í nærsamfélagið. Ég held að það sé líka svolítið gaman að í rauninni erum við þarna að endurnýja og breyta og endurnýja íþróttamannvirki í þessu sveitafélagum. Þannig að þessi völlur sem er núna í Gríms- og Grafningshreppi er þetta bara eitt af íþróttamannvirkjum sveitafélagsins. Þannig að það er mjög skemmtilegt að það sé eitthvað sem að við getum svona stutt við og við sinnum áfram golfíþróttinu sem við erum ennþá með golfvöllin okkar upp í Búrfelli og þar er nýju hólu golfvöllur sem er opinn öllum og ég hvet fólk til þess að koma og pröfa hann líka. Já, einmitt. Annað verkefni sem þú stýrst haft forgangu innan fyrirtækisins er orkuslóð. Já. Hvað er orkuslóð? Orkuslóð kemur eiginlega upp úr svona vinnu hjá okkur þar sem við erum aðeins að endurskoða hvernig við mætum almenningi. Þannig erum við aftur í rauninni svolítið í þessum samskiptum við samfélagin og samfélagið og nærsamfélagin. Þannig við erum alltaf að velta fyrir okkur hvernig mætum við þessum samfélagum og almenningi. Þannig að við förum í smá vinnu þar sem við erum að spá í hvernig getum við svona tryggt það að leiðu við gætum fyllsta öryggis í rekstrunum okkar þá reynum við að mæta áhuga almennings og sérstaklega áhuga nærsamfélagana á að vita hvað við erum að gera á okkar starfsstöðum og svo vinna fer í gang og þetta bara fer sína leið en í leiðinni það fyrir við svolítið svona að horfa það hvernig við veitum upplýsingar utandyra. Það segja fólki sem er ekki að koma inn til okkar eða er ekki svona kannski stendur okkur ekki þannig nær að við viljum sinna því á þann hátt en við viljum samt geta veitt upplýsingar. Við viljum að fólki sem fer í gegnum starfsvæðin okkar
skilji hvað að vera, hvað eru þessar byggingar, hvernig fer þessi orkuframleiðsla fram og svo framvegis. Og upp úr því kemur þetta verkefni sem við höfum kallað orkuslóð sem að snýst í rauninni svolítið þessa upplýsingagjöf utandyra. Já. Og eðli málsins samkvæmt þá felst það svolítið í svona skilta uppsetningum og endurskoðun á skiltum. Það svona leiðin sem að við höfum. Það praktíska leiðin til þess að upplýsa almenningu utandyra, það með skiltum. Jú. Og þannig að við höfum verið að vinna í rauninni að þessu verkefni sem að hefur fengið þetta heiti orkuslóð. Við ákváðum að byrja á Þjórsárveginum, þar mikið í gangi þessa dagana og mun verða á næstunni, en þar erum við líka að horfa á svolítið aukningu ferðafólks sem að fer það svæði og við viljum svona reyna að bregðast við því fyrr en seinna, þannig að við getum upplýst þetta fólk það hvað það að sjá, hvað það að upplifa á svæðinu sínu og leið nýtt tækifæri til þess að veita svona það sem við svona kalla jákvæða svona öryggisfræðslu. Já. Það að reyna að útskýra fyrir fólki sem að ferum þessi starfsvæði að þetta séu orkuvinnslu svæði. Já. Og þar geta auðvitað eðli máls samkvæmt leynst einhverjar hættur. Og ef að fólk upplýst það og svona reglulega að þá vonandi minnkar það líkurnar á því að einhver fari sér á voða eða fari einhver svæði sem er kannski ekki frábær til þess. Já, einmitt. Og þessi skilti verða á 7 stöðum á Þjórsárveginum. Já, við stefnum á það að setja upp núna í sumar skilti, þessi 9 skilti á Þjórsárveginum á nokkrum stöðum. Við erum svona að leggja lokahöndina á hönnuvinnu, fengum með okkur Gagarin til þess að hanna þessa vinnu, náttúrulega unnið áður með Gagarin í ýmsum verkefnum, en kannski svona orkusýningunni verið það stærsta. Og þar bara erum við með alveg einstakt safna af miklu snillingum sem að hafa gott auga fyrir svona hlutum. Þannig að þau hafa unnið með okkur í þessari hönnuvinnu og við erum svona að hefja framleiðsluna á skiltunum og stefnum á að setja þau upp ef allt gengur vel í sumar á 7 stöðum. Já. En orkuslóðin svolítið hugsuð þannig að þetta eigi að vera svona lifandi verkefni. Af því að við áttum okkur auðvitað á því að þó að við höfum góðan skilning á svona umferðafólk sem svæðin okkar og við þekkjum ágætlega hvernig svo trafík að þá getur auðvitað að fara svo að við veljum einhverja staði sem eru ekki bestu staðirnir til þess að veita upplýsingar eða veljum staði þar sem enginn stoppar á eða notfæri sér þessu upplýsingar. Við höfum hugsað þetta þannig að orkuslóðin eigi að vera þannig að við getum bara breytt, við getum tekið út eða sett inn eftir því sem þarf. Auðvitað alltaf í góðu samtali við okkar hagsmunaaðila og þetta líka kannski eitt af því sem svolítið skemmtilegt við þetta verkefni líka, við höfum svona verið að reyna að teygja okkur til hagsmunaaðilana sem eru þarna á þessu svæði, sveitafélaginu þetta sérstaklega, en þarna líka stofnanir eins og Umhverfisstofnun og Vatnajökulsþjóðgarður og fleiri aðilar eins og í ferðaþjónustunni sem við höfum svona aðeins verið að leita til og reyna að fá smá samtal við til þess að við getum þá líka stutt við þeirra starfsemi, nýtt tækifærið og bent á eitthvað sem er gott að benda á og vonandi til framtíðar að þá byggt upp einhvers konar svona samvinnu það hvernig við viljum haga þessum málum á þessum stöðum. Það er heldur ekkert svona kannski spennandi ef við erum að setja ykkur upp og svo kemur svo næsti og svo næsti og svo næsti og þú endar með eitthvað svona skiltaskó. Þannig að þetta færi betur á því að við getum átt í þessu samtali og það er svona hluti af þessu verkefni. Það er að reyna svona teygja okkur til þessara hagsmunaaðila og reyna að eiga þetta samtal. Þjónast samfélaginu. Já, algjörlega og ná þannig betri árangri. Þannig koma aftur svolítið inn á þetta. Ég held að við verðum betri í þessum verkefnum sem við erum að fást við ef við eigum þau gott samtal. Einmitt. Þannig að það er stefnt á það að þetta verði verið búið að setja upp skiltin í haust. Já, við erum að horfa til þess svona í lok sumarsins að ná að koma þessu upp. Hluti af þessu líka, við erum svona að vinna því að tengja þessa upplýsingagjöf líka við netið gegnum svona stafræna leiðir með því að gefa fólki tækifæri til þess að skanna til dæmis QR-kóða og sjá vídeo af umhverfinu
sjá inn í stöð eða eitthvað slíkt sem að gæti verið áhugavert fyrir ferðafólk að upplifa já. þó að það komist ekki inn í stöðina Já, en það fær kannski svona ákveðna einsinn inn í þetta þannig að við erum svona að þróa þetta verkefni áfram líka og vonust til þess að við munum sjá einhverju svona nýtingu á þessu og þetta verði eitthvað sem svona dregur svolítið að og fólk hefur áhuga á að skoða og upplifa þannig að það svona ýmsi vinklar á þessu sem að við erum ennþá svona að móta og þróa þannig að verkefni eins og segi, vonandi erum við búin að setja upp á þessum stöðum núna í lok sumarsins en svo erum við eftir að þróa þetta áfram og þar á meðal að spá í hvort að við viljum teygja okkur lengra núna endum við upp í Vatnsfelli til dæmis en hugsanlega myndum við vilja teygja okkur lengra upp í Kvíslaveitur eða upp á Hágangur eða eitthvað annars þar sem að við erum með mannvirki eða innviði sem að ferðafólk hefur kannski áhuga að vita hvað er þetta sem ég er að horfa á, akkur er þessi stípla hérna, hvað gerir þetta hús eða hvað það er sem að við erum með á svæðinu. Þannig ég held að sé bara rosalega mikilvægt að við upplýsum það sem við erum að fást við sko. og við leyfum fólki að fá svolítið einsýn inn í það sem er að gerast og við hefum til dæmis fengið bara feedback í gegnum tíðina frá erlendu ferðafólki sem að finnst þetta mjög spennandi, finnst okkar svona status í heiminum í þessari grænu orkuframleiðslu vera mjög áhugaverður og það er svona jafnvel eitthvað sem að dregur fólk til landsins og þarna höfum við svolítið tækifæri til þess að mæta þessu fólki á öruggan hátt og fræða þau það sem það er að upplifa og sjá og ef við vinnum þetta verkefni vel þá höfum við vonandi líka tækifæri til þess að benda á annað sem er í umhverfinu og gæti verið áhugavert og ef allt gengur alveg eins og við viljum það þá vonandi verður ferðafólk sem að ferum þetta svæði bara öruggara líka fyrir vikið það er að velja skynsamlegri staði til að stoppa á, það er að fara skynsamlegri leiðir og svo framvegis. Þannig að það er svona kannski svona undirliggjandi stóra markmið okkar fólk sem að fer þarna það bara njóti sín og komist bara heilt heim líka. Nú tökum við snarpa uppbeygju í þessu samtala okkar, Guðmundur, og ég spyrði, hvað er það skrýtnasta sem þú hefur eldað undir berum himni? Ég hef nú eldað ýmislegt undir berum himni, sko. Það er nú svona mitt fyrra líf áður en ég kom til Landsvirkjunar. Já, þú veist að kannski útskýri það. Já, ég er í rauninni kennari í grunninn, ég er heimilisfræði kennari í grunninn. Já. Og sérhæfði mig pínlítið í þessu. Þannig að ég veit ekki hvort það er kannski að skrýtnasta en við hefum stundum einhvern tímann hef ég verið með svona heilgrilla lamb eitthvað staðar yfir eldi eða sílung í dagblaði, það er nú svona eitthvað sem er mjög skemmtilegt að gera. Heilu lagi og elda beint á eldinum. Einhvern tímann var nú kannski skemmtileg saga var af prestinum sem var í svona verkefni og hann valdi bara minningagreinarnar til þess að elda fiskin í og nú fannst það meira viðeigandi svona hafði trúið því að það gæfi betri raun. Einmitt. Þannig að þú myndir pluma þig vel í svona þætti eins og að lón þar sem fólk er skilið eftir í óbyggðum og Já, ég myndi alveg örugglega lifa af allavega en ég veit ekki hversu vel ég myndi pluma mig svona. Nei, en þú sem sagt varst heimilisfræðikennari og svo varst að vinna hjá skátunum líka, var það ekki? Já, ég kannski þarna komu líka svona áhugaður kannski tengingu við Landsvirkjun því að ég var sem sagt framkvæmdastjóri útilismiðstöðvar skáta sem er einn okkar sko næstu nágranna á svæðinu. Þannig að nú fæ ég Úlfljótsvatni. Þannig að nú fæ ég að vera svona fulltrúi Landsvirkjunar þegar kemur að samskiptum við skátana og naut þess auðvitað þá þegar ég var þar, ég var þar frá 2013 til 2017 að eiga í mjög góðum samskiptum við Landsvirkjun á sínum tíma og svona finna fyrir ákveðnu stuðningi og ég held að það sé líka mjög mikilvægt svona í þessu að til dæmis fyrir svona batteri eins og skátana að vita að þeir eiga góðan bakhjarl í svona öflugu fyrirtæki að það svona styrkir okkur í þessari vegferð. Ég held að það sé mjög mikilvægt og bara
við hefum að hafa það baka eira að við sem að störfum í svona geirum þar sem að hjá fyrirtækjum sem eru öflug, ekki bara Landsvirkjun heldur getur þetta farið til annara fyrirtæki líka, að það skiptir máli fyrir svona starfsemi félagasamtaka og æskuli starfsemi og svona að finna það að þau eiga góða bakhjarla í öflugum stöndum fyrirtækjum. Af því að það veitir þeim svona ákveðu öryggi í sinni starfsemi. Já, en hvernig endaðir þú hjá okkur, hjá Landsvirkjun? Já, ég eftir Úlfarsvatn þá var ég aðstoð skólastjóri upp á Laugarvatni í 5 ár og svo þegar svona koma því að fara að horfa í kringu sig eftir næstu verkefnum, að þá datt þetta svolítið upp í hendurnar á mig bara. Já. Og ég ákvað að slá til og sækja þó að maður sé náttúrulega alltaf eins og maður upplifir, ég örugglega eins og margir upplifa sig svona, manni finnst maður aldrei eiga erindi í þessi verkefni einhvern veginn. Ég veit ekki hvað ég á nú að vera að gera í þessu. Svona impostor syndrom. Svona hálfgert eitthvað svo leið, sko. En ég ákvað að slá til, en meðal annars líka bara því ég átti góða svona sögu frá Landsvirkjun, bæði frá Úlfarsvatni en líka fyrir þann tíma. Ég fékk í kringum 2000, þá var ég að vinna hjá afar góðum öflugum smið sem var með mörg verkefni hjá Landsvirkjun, þannig að ég var svona handlangari og hafði þvælst sogsvæði. Ég held að það hafi á þeim tímum verið fá rými sem ég hafði ekki komið inn í á sogsvæðinu. Og mér hafði alltaf liðið vel í því og mér hafði fundist þetta vera svona vinnustaður sem að hélt vel utan sitt fólk og hugsaði vel bæði sína starfsmenn og það verktaka sem voru að koma. Þannig að það svona styrkti mig í því að slá til og sækja og sjá hvort þetta geti ekki bara verið staðið fyrir mig. Já. En nú ert þú náttúruafl, Guðmundur, og hamhleypa til verka. Hvernig ferum slíkan mann hjá fyrirtæki eins og Landsvirkjun? Já, Landsvirkjun náttúrulega, eins og ég segi, þetta bæði stórt og öflugt fyrirtæki, en Landsvirkjun líka svolítið olíuskip. Það kemur að svona að gera hlutina og ég held að það sé... Já, kannski frekar. Það og ég held að það sé mjög gott. Það mjög mikilvægt í svona starfsemi eins og okkar að við ígrundum allt sem við gerum mjög vel. En auðvitað getur að vera pínu frústrerandi fyrir einhvern sem að vill klára verkefnin og ég bara að læra að vinna inn í því umhverfi. Og ég held að það sé bara þroskandi að koma svona á stað. Ég kom náttúrulega úr litlum skóla, það sem ég hafi verið í langa tíma í litlu stjórnunarteymi. Og það sem við vorum kannski ekkert alltaf lengi að ákveða hlutina. Þannig að það svona, getur verið áskorun og svona spennandi áskorun að koma á einhvern stað sem maður þarf aðeins að anda með nefinu og ígrunda þetta vel. En ég held, eins og ég segi, í grunninn og svona þegar allt skoðað að það svona sé yfirleitt betra en ekki. Við gefum okkur góðan tíma í að spá í hvernig við viljum hafa þetta og við köllum marga að verkefnunum. Bæði innan hús og utan hús ef við getum að fá sem flest sjónarhorn á það sem við erum að gera. Og auðvitað í eðli máls samkvæmt þá það náttúrulega líka svolítið hluti af þessum nærsamfélags samskiptum. Við erum að reyna að draga að alla þessa hagsmunaaðila og þeir eru bara oft margir og mjög oft bara með ólíka sýn á það hvaða niðurstu við viljum fá í hlutina. Þannig að ég held að það sé bara þroskandi að svona takast á við það. Já, þetta er náttúrulega sérstakt fyrirtæki að því leyti að það er svona almannaeigu og það er ekki hægt að vera að það fylgir því svona ákveðin ábyrgð. Ég bara algjörlega, það tekur langan tíma að byggja upp traust og ekkert mjög langan tíma að tapa því. Þannig að það skiptir máli fyrir okkur að við njótum þessa traust og ég finn það líka alveg í svona þeim samskiptum og samtölum sem maður á að Landsvirkjun nýtur trausts í nærsamfélaginu og það eins og ég segi eitthvað sem við höfum byggt upp á löngum tíma. Og ég held að það skiptir okkur gríðarlega miklu máli og það er auðvitað ekki þar með sagt að það séu allir alltaf ánægðir með það sem við gerum, það er bara eðli málsins samkvæmt er það svolítið þannig. En þá skiptir auðvitað máli að við séum tilbúin að eiga samtalið, við séum tilbúin að setjast niður og hlusta og sýna okkar hagsmunaaðilum og okkar nærsamfélagi og samstarfsaðilum virðingu í því sem við
við erum að fást við. Einmitt. Ég held að það sé svona bara grunnurinn að því að halda áfram að njóta þessa góða trausts er að við sýnum og svona stöndum undir því. Já, einmitt. Akkurat. Ég held að þessi orðið bara mjög fínt spjall hjá okkur, Guðmundur, og bara þakka kærlega fyrir og gangi vel í þessum verkefnum áfram. Takk fyrir það. Og við sjáumst í næsta og heyrumst í næsta þætti af Grænvarpinu. Takk fyrir.